sagan á bak við fæðingu Musubi Gonbei. Meðan stofnandinn vann erlendis var hann hissa á lágu sjálfbærni hlutfalli Japans í matvælum. Þetta markaði upphaf Musubi Gonbei. Jú fengustu rísgrjónakúlurnar í Japan, jú fengu misosúpa, líkestrisni að endurlífga japanskan landbúnað Musubi Gonbei. Skuldbinding Musubi Gonbei, við skiljum djúpt einstaka eiginleika rísgrjónanna og finnstiltlum eldunar og mótunar að ferðir okkar vandlega til að hámarka möguleika þeirra. Jú fengustu rísgrjónakúlurnar í Japan, jú fengu misosúpa, líkestrisni að endurlífga japanska landbúnað Musubi Gonbei. Hrísgrjón eru ekki iðnaðarvara, vöxtur þess ráðinn af veðrinu. Það eðlilegt að bragðið af hrísgrjónunum breytist frá ári til árs. En í leit að stöðugum gæðum draga verktakabændur okkar sig úr reynslu sinni og þekkingu og stunda endalausar tilraunir og mistök. Þetta sannarlega merkilegt að auka neyslu hrísgrjóna, varðveita hrísgrjónaákra og koma á sjálfbærum landbúnaði. Með því að gera það að leggja sitt af mörkum til þjóðarhagsmuna Japans í ört breytandi hnattrænu landslagi. Jú fengustu rísgrjónakúlurnar